Í dag greiðum við með kortinu, símanum eða úrinu og því getur reynst erfitt að útskýra fyrir börnum hvernig peningar virka. En eitt af því fyrsta sem við getum kennt þeim að safna fyrst og eyða svo, en ekki öfugt. Þannig að markmið sé að börnin læri að vinna sér inn peninga. Þau læra af okkur, svo það getur verið sniðugt að sýna þeim hvernig við tökum fjárhagslegar ákvarðanir, eins og að spara eða af hverju við berum saman verð á vörum í búðinni, svo að eina upplifun þeirra verði ekki að leggja síman, kortið eða úrið að pósanum. Síðan hægt að kenna þeim munin á því að langi eitthvað og þurfa á eitthvað að halda. Þarfir okkar eru yfirleitt svipaðar sama á hvað æviskeiði við erum, en langanirnar þær breytast með tímanum. Þannig getum við hjálpað þeim að flokka vasapeningana sína eftir því hvernig þau ætla að nota peningin. Svo að eiga samtal við þau. Hvaðan kemur peningurinn? Hvert fara peningarnir eftir að við höfum eytt þeim? Hvað tekur langan tíma að safna fyrir því sem okkur langar í? Og hvernig á að forgangsraða? Með því að kenna börnunum okkar að fara með peninga, þá ýtum við undir að þau verði betur í stakk búin til að taka stærri fjárhagsákvarðanir þegar þau verða eldri.